Komið sæl, sjáum að það hæglætis veður hjá okkur, langt á milli þrýstilína og fínasta veður og það var víða létt skýjað svona þegar leið á daginn, rættist heilmikið úr veðrinu á Norðurlandi í dag með það sem var í gær, en hæsti hitinn var hérna á Suðurlandi fór í 21 rúmar gráður í Skálholti. En hitinn var víða í svona 17, 18, 19 gráður hér suðvestan til. En við erum með svona veika hæð hér svona suðvestur á landinu. Það verður rólegt veður hjá okkur næsta sólarhringinn, en svona smá saman myndast lagadrag inn á vestanverðu Grænlandshafi sem að beinir suðvestlægum áttum til okkar smá saman og hún nær sér á strik í næstu viku og verður ríkjandi vindátt hjá okkur í næstu viku og þá svona smá saman verður svolítið þungbúið hjá okkur vestan til á landinu en hins vegar verður besta veðrið þá fyrir austan. En þetta er þá staðan undir kvöld og sjáum að það er víða létt skýjað á landinu, það er svona heldur skýjað kannski ennþá hér austast og svo ennþá einhver ský hér á Suðausturlandi, en svona ætti nú að létta til einnig fyrir austan og austfjörðum, en að samaskapi þyknar svolítið hjá okkur hér vestan til á landinu og kemur inn dálítil úrkoma einnig með þessu á morgun við Breiðafjörð og Vestfjörðum, en við sjáum að það er nokkuð létt yfir hér norðaustan til á landinu og þar verður besta veðrið á morgun, líklegast allavega bjartast en eins og gætu nú myndast einhverja glufur hér á Suðurlandi og Suðvesturlandi, aðalega Suðurlandi kannski, þar sem að heitin geti þá farið upp í 17-18 gráður einnig. En svona afgerði bjarti norðaustan til, síðan svona verður sér vestan átt, svona suðvestan átt, hún svona bætir í svona smá saman. Annað kvöld svona víða skýjað, úrkomu lítið, en þegar það kemur fram á þriðjudaginn að þá bætir enn í þessa sunnan og suðvestan átt, komin strekkingur víða þá vestan og norðvestan til á landinu, en annars hægari og áfram frekar skýjað hér suðvestan og vestanlands, en svona sjáum að gæti nú aðeins brotna upp skýjahulunum norðvesturlandi, en svona skýjað með köflum getur sagt hér fyrir austan til á landinu og gæti alveg sérsti sólar þar og hitinn verður hæstur þar, líklegast í kringum 20 og rúmlega það kannski það sem best lætur. Og síðan við höldum áfram á þriðjudaginn ennþá verða suðvestlægar áttir í boði, þyknar enn frekar upp og svona meiri úrkoma kannski þá allavega norðvestan til á miðvikudaginn, afgerandi gott veður fyrir austan eins og sjáum á þessu og áfram strekkings suðvestanátt vestan til á landinu og enn meiri úrkoma. En það verður kannski svona aðeins þungbúnara eða meira skýjað hér fyrir austan, en eins og það er fínasta veður og sjáum að það er mjög hlýtt loft sem kemur með þessari suðvestanátt, þannig að hitinn geti farið vel yfir 20 gráður fyrir austan miðja næstu viku. Veikskil hér ennþá þurrmuveður hér í Austur-Evrópu, víða skúrir hér í norðvestan til í álfunni og síðan svona skil að koma inn á Bretlandseyjar með rigningu þar sunnan til, en annars afgerandi gott veður hér við Miðjarðarhafið og nægt sólskinn og heilmikill hiti þar, en við sjáum að það er með svalara hér norðvestan til. En fínasta veður Kanaríum og hitinn geti farið alveg upp í 25 gráður þar sem best lætur og verður líklegast sólríkt þar. En Beryl verður komin inn á land í Texas á morgun með mikla úrkomu og það verður hún mun þokast svo inn á landi meira og fer til norðurs og mun valda einhverjum vandræðum væntanlega, mikið af þurrmuveðri og skúrum hér í suðausturríkjunum og Carolina-ríkjunum, en einnig hér í svona miðríkjunum einhver skúrir.
En þetta eru hámarkstölur fyrir Norður-Ameríku, heilmikil hiti, sérstaklega í eyðimörkinni í suðvesturhlutanum og svo einnig heilmikil hiti hér austan til einnig. Látum þetta gott heita, verið sæl.